Það klár maður. Ágúst, 10. sæti hjá ykkur, haldið sætið ykkar, er þetta spá sem þú ert ánægður með? Þetta er náttúrulega bara spá henni, það er eiginlega ekki hægt að vera ánægður og óánægður með spána sko. Þetta er bara svona í takt við okkar markmið. Við ætlum að gera allt sem við getum til þess að halda okkur upp í deildinni og tryggja okkur veru í deildinni. Það er allt of langt síðan að það hefur gerst og það er svona bara takt við okkar markmið. Leikmannahópurinn ykkar í dag, ertu ánægður með það? Já, ég er bara rosalega ánægður með það að hafa haldið öllum leikmönnum. Við erum með rosalega flottan kjarna sem við erum búin að núna vera í dálítinn tíma og hópurinn samheldur, duglegur að æfa og strákar sem eru búin að leggja mikið á sig og tilbúin að leggja mikið á sig, þannig að ég er mjög ánægður með það. Þannig að ég er í raun og veru að fer bara í staðinn með nákvæmlega sama hóp og í fyrra, leikmannum saman með erlendi leikmaður. Mistókst þér að ná inn leikmönnum eða var það bara eitthvað sem þú kannski lagðir ekki áherslu á? Þetta er tvær spurningar. Ef við byrja fyrri að nákvæmlega sami hópur, það er rétt og ég hef allavega aldrei lent í því að vera með nákvæmlega sama lið og það er nánast engin breyting. Við erum með reyndari Illi Auðins er meiddur og hann mun ekki spila með okkur fram að jólum. Síðan voru strákar eins Illu Steingrins, Elías og Þorgeir sem spilaði ekki allt tímabilið fyrra, þeir spila allt tímabilið núna. En minnst okkur að ná í leikmenn. Já og nei, við settum upp þannig, við ætlum að reyna að ná okkur og styrkja liðið, en það var rauninni við ætlum að reyna að ná okkur þó í það góða leikmenn sem væri betri en þeir leikmenn sem við höfum. Við teljum okkur hafa fína leikmenn, við vildum ekki styrkja okkur leikmenn sem væri bara svipagóðir eða jafngóðir og sáum enga ástæðu þess. Við erum með nógu marga leikmenn og fína leikmenn, við vorum að reyna að ná í 1-2 góða leikmenn sem voru í landslíksklassa, það tókst ekki og ég held að við erum ekkert eina liði sem tókst það ekki. Ég held að það séu svona flest öll liðin sem hafi bara átt í töluverðum vandræðum með að styrkja sig. Það er bara eins og allir vita, það er erfitt að styrkja liðið þegar markaðurinn er eins og er. Við sjáum kannski með að við spanna, það eru 3 neðstu liðin svona svolítið í pakka, sjáu þið fram á að geta klifið aðeins ofar? Þetta er náttúrulega bara þessi klísja, leiðilegt svara. Auðvitað ætlum við bara að mæti í einn leik fyrir sig, spila hvern leik eins vel og við getum og ef við náðum svona góður stemmingu fyrra, náðum að sína það fyrra, við getum það, en við líka duttum niður í nokkur leikjum fyrra sem voru bara alls ekki nógu góðir. Þannig að ef við náum nokkur svona góðu leikjum þá getum við alveg kroppað eitthvað stig og vonandi klifið eitthvað herra, en markmiðið er að halda liðinu í deildinni og ég held að eftir tímabilið, ef við náum því þá er ég sáttur.